Komið sæl, kæru naut. Spil fyrir ykkur komin á borðið. Nautin mín góð. Ég fæ hérna skilaboð þreytu, mikla þreytu. Þetta spil hér talar það og ef til vill hafið einhver ykkar ofgert ykkur og eigið ekki marga dropa eftir á tanknum. Partur af þreytunni, partur af þessari örmögnun sem að einhver ykkar virðast vera að glíma við eða einhver í ykkar nánasta umhverfi vegna þess að of mikil orka hefur farið í að sinna fortíðinni, að líta aftur, rifja upp minningar sem að hafa dregið úr orku, minningar sem ef til vill ekki alltaf á jákvæðum nótum, minningar sem að atvik sem að þið getið ekkert gert í því þau tilheyra fortíðinni og best að sleppa. Æðruleysisbænin góða að greina á milli hvar get ég gert eitthvað og hvar get ég ekki gert neitt og sleppa tökum. Sjá fyrir sér hreinlega að maður klippi á strengi eða bönd og losi sig þannig við óæskilega orkusugu tengingu. Ok, kannski kjánalega orðað, en þegar við tengjum okkur aftur og aftur við gamla hluti, gamlar aðstæður, gamlar hendingar, þá setjum við orkun okkar þangað og búum til braut, styrkjum brautina. Þannig að sú braut verður alltaf sterkari og sterkari og tekur meiri og meiri athygli, tekur meiri og meiri orku frá okkur. Í staðinn fyrir að líta tilbaka og kveðja og losa og sleppa. Eitthvað sem þú þarft að velta fyrir þér, kæra naut, varðandi þessa þreytu, þessa örmögnun og nú heyrið þið kannski dálítið mikið í veðrinu hérna í kringum mig. Það bylur svolítið hérna á þakinu þar sem ég stödd. Ég vona að það komi ekki að sök. Það sem skiptir máli líka til að vinna upp orku, það að efla vináttuna, ná tengingum við fólk sem þér þykir vænt fólk sem þú veist að gera þig gott, fólk sem eflir þig, samþykkir þig eins og þú ert og fólk sem að þú getur hlegið með og rifjað upp í jákvæðar minningar með, ekki hinar sem að einungis valda kvíða og þreytu. Vináttan kemur sterk inn og það eitthvað kannski sem að þið skortir akkúrat núna, kæra naut. Kannski ertu búin að vanrækja vinina þína. Vinátta á báða vegu. Maður verður að rækja hana og maður verður líka að fá á móti. Einstefnu vinátta aldrei góð fyrir neinn. Þannig að þú getur kannski skoðað það í þínu lífi. Og af því að hér kemur fortíðin svo sterku, þá eru þetta kannski vinir úr fortíðinni eða einhvers konar vinabönd eða tengsl við fólk sem að þú hefur þekkt lengi. Vertu vandlátur, vertu vandlátt, kæra naut, þegar að þú skoðar þessar tengingar ef þetta eitthvað sem að þú ert að hugsa að fara að rifja upp eða endurnýja. Því að sumt í fortíðinni og sum tengsl okkar og sumar manneskjur í fortíðinni eru í fortíðinni af ákveðinni ástæðu, ef þið skiljið hvað ég á við.
Tengingin við fjölskyldun ykkar kemur líka hérna upp og sérstaklega við börnin ykkar, þið ykkar sem eigið börn, að hún sé mikilvæg. Þessi vináttu tenging, hún í raun og veru eins og vítamín eða einhvers konar næring sem mótvægi við þessa miklu þreytu og orkuleysi sem er hérna verið að tala um. Þannig að þetta einhvers konar skilaboð til þín, kæra naut, að huga vel að þessum hlutum og sýna þér sjálfu, kæra naut, umburðarlyndi vegna fortíðarinnar og þess sem að þar gerðist, því þú ert ekki fullkomið frekar en neinn annar og ef til vill hefur þú gert eitthvað eða ekki gert eitthvað sem þú sérð eftir og það er þá bara að gera að sleppa því, klappa þér á bakið og muna að þú gerðir þitt besta með það sem þú hafðir úr að spila akkurat þá. Þú færð hérna engil að lokum, kæra naut. Ósk þín rætist. Eitthvað sem að þú hefur beðið sem er að fara að rætast, kæra naut. Það er ekki amalegt. Óskirnar okkar rætast stundum á þann hátt sem við kannski ekki eigum von á. Það rætast kannski á einhvern allt annan hátt heldur en við óskuðum eftir, en rætast samt. Þannig að hér er eitthvað gott að koma varðandi eitthvað sem þú hefur verið að biðja og bara til hamingju með það, kæra naut. Ok, svo marg voru þau orð. Ég ætla ekki að segja meira spilið þín að sinni. Ljós og kærleikur.